5.720. Já. Halló, hvað er nú þetta? Hva? Hvar fékkstu þennan 5.000 kall? Hvar fékk ég hann? Ekki veit ég hvar þú fékkst þennan 5.000 kall, en það get ég sagt þér. Þennan 5.000 kall á ég. Hvað áttu við? Ég fékk þennan 5.000 kall frá henni ömmu minni í afmælisgjöf einu sinni, en týndi honum á útihátíð. Þeim stórmerkilegt, sjáðu. Kettlingin og vassmerkið og allt saman. Ekki veit ég hvar þú fékkst þetta, en ég þakka þér alveg rosalega vel fyrir og hér hefur þú fundarlaun. Takk. 5.720. Gott kvöld. Það er komið á okkur hér í Fóstbræðurum að... Kjellgötur. Ekki vera fyrir. Bara frá. Ok. Byrjum aftur bara. Gott kvöld. Það er komið á okkur... Hvað ertu að gera? Ekki gera. Ég er útsleiktu. Viltu gera þetta? Við erum Fóstbræður. Þetta er okkar framlag. Þá var þetta einhver kunningi þinn þarna fyrir austan. Hvað hét hann aftur, Davíð? Hét hann ekki Marteinn? Nei, ég man hvað hann hét Magnús. Já, Maggi vinur. Bað svo agalega vel að heilsa þér. Takk. Takk. Hann býr nú með einhverju stúlku þarna frá Akureyri og gengur allt svo agalega vel hjá þeim. Og þau eiga saman litla stúlku sem er 2 ára. Gengur svo allt í lukkunar velstandi hjá þeim og hann á nú ættir að rekja þarna norður. Kjellgötur. Þú manst eftir honum Halldóri sem bjó í Stigahlíðinni. Nei. Ég man eftir hann. Djók. Ég hitti hann daginn, hann er orðinn læknir. Hitti hann í Domus Medica. Auðvitað manst eftir honum, hann er með gleraugu. Nei. Jæja, allavega, konan hans, hún er skyld þér. Hún er frænka þín. Þú ættir nú að vita það, Davíð. Hún er að Víkingslækjaréttinni. Hverja mann er hún? Hún er dóttir hans Guðmundar sem dó. Þú manst nú eftir honum, Óskar. Nei. Nei. Auðvitað manstu það. Hann átti Land Rover. Fórum svo ofta heimsækjan þegar þú varst lítill. Og systir hans, hún var meðhjálpari hjá honum séra Þorbirni. Já, ég man eftir honum séra Þorbirni. Það var fyllibitta. Hann var engin fyllibitta, Davíð. Hann var bara sjúklingur. Ég gleymi aldrei þegar séra Þorbjörn skýrði hjá Guggu og Pétri. Hún var svo falleg athöfn. Það var Marens. Hann Davíð ætti nú að muna eftir því. Hann er svo hrifinn af Marenskökum. Jú. Hún bakaði svo góðar Marenskökur hún Þorbjörg. Nei, hvað er þetta? Uss, nei. Það var ekkert Þorbjörg. Það var hún Steinunn sem bjó til svo góðar Marenskökur. What's new, pussycat? Wow, wow, wow. What's new, pussycat? Wow, 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 wow. Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Wow, wow, wow. What's new, pussycat? Wow, 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 wow. Ég hef verið hjólreiðamaður frá því ég var barn
og fékk mitt fyrsta reiðhjól. Það sem að heilla mig við hjólreiðar að það fungerar eiginlega eins og vél. Það verður eitt með hjólinu. Tækjabúnaðurinn skiptir öllu máli. Þetta er spurning að hafa toppgræður hert á... Ég stefni á Ólympíuleikana í sumar, en ég á ennþá eftir að ná lágmarkinu. Ég er léttur og með mjög gott þol, en mig vantar ennþá dálítið upp á jafnvægið. Bara að finna rétta balanspunktinn, þá er þetta komið. Góðan daginn. Góðan daginn. Ertu með gubbupest? Já, ég er með gubbupest og niðurgang. Ertu með kvef? Já, ég er með kínverskan vírus og bronkitis og svo fylgir slæmur hósti með. Hversu slæmur er hann? Það er svona þrennskonar, það er vægur og miðlungs og svo mjög slæmur. Já, mér líst best á þennan miðlungs. Ertu með eitthvað fleira? Já, ég er með influens og lúnabólgu og þeim fylgja báðum eyrnabólga og beinverkir. Já, það líst mér vel á. Heyrðu, ég ætla bara að fá þetta allt saman. Já, gerð svo vel. Jæja, á bara lík í rúmunu yfir helgina. Nei, þetta er nú ekki fyrir mig. Ég ætla bara að gefa þetta í afmælisgjöf. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Nei. Er þetta ekki Gunni? Baldur, blessaður, gaman að sjá þig. Nei, og Siggi. Langt sem við höfum sést. Já, ég hef ekki sést í hvað 20 ár. Jú, það eru 20 ár sem við hittumst allir, svona smá bólar allavega. Það var hringt í mig bara og ég var boðður hingað. Vitið þið eitthvað? Já, það var Maggi sem hringdi í mig, þið munið eftir honum. Maggi er nú 10 ára bekk. Hvað, er það hann sem er að halda hann að fundi hérna? Það er auðvitað mikið leynimakk með það, sko. Mikið í gangi, sko. Nei, heyrðu, er þetta ekki Maggi sjálfur? Blessaður. Sælir félagar, gott að þið gáttu komið. Hvaða rosa múndering er þetta, maður? Flottur. Þú ert nú meiri grallarinn. Við skulum tala virðingu um búninginn. Ég set þennan fund hérna hjá Indiánafélaginu. Býtu, Indiánafélagið, hvað er það nú aftur? Þú ert stóri haförn, þú ættir að vita það. Hvað ertu að meina félagið sem við vorum í þegar við vorum hvað, 10 ára gamlir? Já, það er rétt, Hugrakki Björn. Ég trúi ekki að þið séu búin að gleyma þessu félagi okkar og markmiðum þess. En eins og við munið vonandi, þá skrifuðu þið hérna undir stefnu félagsins. Það lesa hana hérna núna. Stefna Indiánafélagsins. 1. Allir meðlimir eiga að klæða sig eins og indjánar, alltaf, líka í skólanum. 2. Allir meðlimir eiga að lifa eins og Sitting Bull og vera eins og hann. Og númer 3. Allir meðlimir eiga að reyna að kynnast alvöru indjánum og þegar við erum orðnir stórir og ráðum okkur sjálfir, þá eigum við að flytja til Ameríku og ganga til liðs við alvöru indjána og hjálpa þeim að berjast við kúrekana. Þetta skrifuðu allir undir hérna. Já, við vorum nú meiri kallandi hérna. Þessu tíma. Jæja, þá er það bara spurningin, hvenær eigum við að fara? Hvenær eigum við að flytast til Ameríku? Já, hvenær eigum við að flytja til Ameríku, strókar? Þú ert nú alveg frábær. En mér er alvara, sko. Þeir eru búin að skrifa allir undir sáttmála og þið er ekkert að gugna núna bara þó við séum orðin fullorðnir menn. Maggi minn, þú lítur að hann á staðina eitthvað í þroska ef þú heldur að við ætlum að... Hvaða stælar er þetta, maður? Hvað ætlaði að vera einhverjir svikara sem svíki gerða samninga? Ég vona að þetta ekki að koma til þessa, en ég er búinn að kalla hérna til hvítan lögfræðing sem getur staðfest þetta. Eyrún! Komið sælir. Já, ég fór yfir þennan samning og þó hann sé ekki skráður á löggiltan skjalapappír, þá eru í lögum klausur um það að undirritaðir samningar standi séu fleiri en 2 vottar viðstaddir. Samkvæmt 43. grein hegningarlaga eru slíkir samningar fullgildir og brota á þessari lagagrein getur varðað þungri refsingu. Fangelsi? Ég skildi þetta nú ekki alveg, hvað? Allt í fína hér? Gæti ég fengið appelsínusafa? Já, heyrðu, gæti ég fengið... Nei, fröken Bleikniða, látt okkur hafa 4 glös af þínu besta eldvatni. Við erum hérna í Indiánafélagi, sko. Já.
Í fyrstu virðist Sigfús vera ósköp venjulegur maður, en Sigfús tilheyrir minnihlautahópi sem ekki hefur verið áberandi hér á landi. Sigfús er mannæta. Já, ég er mannæta. Ég hef farið eftir því mottó í gegnum lífið að maður er það sem maður borðað. Því verður ekki breytt. Svo þarf ég að koma þessi í ískapið. Það voru gott að hafa þetta í kæli. Já, ég er maður en ekki svín. Frábær lyktarlaug, frábær. Svo hrærir maður örlítið hérna. Ég legg mikið upp úr matargerðinu og góðu hráefni. Baka til dæmis mjög mikið. Svo hef ég sérstakt dálæti á ömmubrauði. Og þá sérstaklega með mömmusultu og krakkaosti. Nei, heyrðu, stoppið þetta. Vil ekki 12 manna partípítsu? Stoppið Ég er nú með hérna, vitbjóður. Stoppið þetta bara. Og svo gera klár! Siggi og Gummi 75-60, Bjarni tekur rest og gerir svo klárt fyrir 80 uppúr. Ok, láta hann ganga. Hei, stopp, hei, slappa, það er verið að vinna hérna með sorg, reyna að sína smá virðingu hérna. Slægilegt pakk og fáiðar veit ekki um þessu. Já, vera klár á því! Já, frá sokkargar! Hvað er í gangi? Ekki drepa ákvæm. Halló! Kallar þú þetta flokka, kettingin? Ha? Uppur með þetta, láta hann ganga, við höfum ekki allan dag í. Já, bara. Rífa sig og koma svo, allir það. Hopp, hei, hopp, halló, hvað er þetta? Ha? Lærðu, fyrirgefðu, er þetta ekki sorp eitthvað? Ha? Þú koma þér hérna burt, snáða hérna burt. Þá láttu þitt ekki eftir líka, kallinn minn, götur eftir ruslafötur. Drífa sig svo. Ok, við erum farnir núna. En við komum aftur. Svo gangi vel upp. Haldið sig að kjafti! Góðu gestir, öll munum við eftir honum Bjarna Brím sem skemmt okkur í 50 ár með laginu Stjáni er æði. Hér er hann kominn og hefur engu gleymt. Bjarni Brím, gefa honum gott klapp. Hæ. Hæ. Get ég aðstoða? Heyrðu, við vorum að spá í peysu eða skyrtu eða kannski bara bæði eða kannski bara buxur eða eitthvað, ég veit ekki. Ok, bara alklæðnað. Sýnst ekki veita af. Einmitt. Ok, látum við sjá. Er hann greindur? Nei, hann er svo heimskur. Hann hefur aldrei viljað láta greina sig, skilurðu? Típist. Ok, látum við sjá, hvað er hann? Sko, ég er æðislega búin að vera mikið að spekulera í þessu. Ég hugsa þessi vor, skilurðu. Og þessi svona heiti skæri litir. Aha, gæti verið. Sko, allavega eins og hann er í dag. Þá er hann sko eitthvað allt annað og ég vil bara segja að hann er ömurlegur. Sammálaður. Ömurlegur. Og úlpa. Sko, veistu það, ég fór einu sinni með þessa úlp út í rusl, skilurðu, og hann náði hana aftur, skilurðu. Oh, God. Íkt hallarislega. Skil ég þig. Ok, let's start. Right. Ta-da! Ég trúi ekki! Here you are, Tiger. Er þetta eitthvað svona... Trust me.
með rifnar buxur, þú veist, framefra, Geðveikt! Já. And look at this. Ok, það 70.350. Ógeðslega dýrt. Borga. Ertu svo til í að fara með gamlu fötin út í rusl fyrir mig, skilur? Með ánægju. Takk æðislega. Já, bye bye. Bye bye. Þú ert geðveikur í þessum fötum. Hvernig fílarðu þig? Bara, þú veist, frábærlega. Ég meina, þetta eru frábær föt og... Það ekki? Jú, ég elskaði miklu meira í þessum fötum, skilur. Jæja, heyrðu. Þetta er bara komið. Allt í orden? Þakkaði kærlega fyrir. Já, það var lítið. Þakkaði fyrir. Hvað? Dóri, viltu ekki gera þetta? Hvað er þetta? Ég er bara að sýna honum hérna nýja bragðið sem ég læri á sjálfsvarnarnámskeiðinu. Þú slepp honum, Dóri. Það verður að kunna verja sig. Þú ert eitthvað klikkað, maður! Ég hefði getað drepið þig eða örkumlaði þig fyrir lífstíð. Sko, nú hættir þú þessu sjálfsvarna bulli. Þú ert eins og smákrakki. Góðinn. Já, ég hálsbrotaði þig. Þú slepptu mér, þú meiði mig. Sjálfsvörn er ekki sársaukalaus. Hei, pabbi, viltu gefa mér pening? Hvað er að þér? Varstu að berja barnið? Já, bara verja mig. Eitthvað sem strákurinn hefur greinilega gott að læra líka. Viltu hætta þessu núna að ég brjálast? Ok, sparkaði punginn á mér. Viltu hætta þessu? Come on, sparkaði punginn á mér. Nei, ég ætla ekki að gera þetta ekki eins. Láttu ekki svona, maður. Ég get tekið því. Ég er þjálfaður í sjálfsvörn. Já, mamma, sparkaði punginn á þessu helvítis fíbli. Heyrðu, góður minn. Það er bara að... Brjálaða! Baðstu þetta? Þetta óþarf að meiða mann. Kæru sjónvarpsáhorfendur, sjálfsvarnartækni er til margra hluta nytsamleg, en hún er algjörlega gagnslaus gagnvart heimsending. Þegar dómsdagur kemur verða allir óviðbúnir. Soldiers on the hills of Iceland, why don't you go home to your child? You murderers and rapists who rape the people of Vietnam. You will not rape the people of Iceland. I'm the mountain woman. Nice outfit. Комедий Зитком. Эпизоди Добраска бабушка. Классночинский. Райса Кободжова. Надя Коменич. Amerika! Отлично! Америка! Glasnost ist die Richnis ist... Что лишнее? Что лишняя? Шрибичника! Да? Распутинчка. Барушка. Нет! Барушка. Барушка, нет. Спасибо. Борис! Что лишнее? Борис!
Rúski karamba! Næsta lag er ástarlag. Ég hitti þig á balli í gærkvöldi og sá það strax að ég elskaði þig, en þú vildir ekkert með mig hafa og stakst mig bara af. En nú ætla ég að leita að þér og þegar ég finn þig mun ég skemmta mér. Ég mun raskella þig og berja þig þar til þú lærir að elska mig. Hún sitt að horfa á þetta. Sjáðu þennan? Já. Hún er með bringu þar. Já. Við erum ekki með bringu þar. Nei. Já, hvað er með stórt tippi þessi? Já, já. Við erum ekki með svona stórt tippi. Nei. Hvað er ekki í lagi með ykkur, strákar? Jú, við vorum að horfa á tippið á þig bara. Stórt. Hamingju. Nýja bókin mín, 101 aðferð til að fara illa með karlmenn, er byggð á áratuga reynslu. Við vitum það allar að karlmenn eru aumingjar. Í bókinni minni segi ég frá því hvernig þú getur eyðilagt líf mannsins í lífið þínu á fljótlegan og auðveldan hátt og haft gaman af. Númer 1. Látt hann alltaf halda að þú sért ólétt. Já, ég myndi vilja að við lyftum glösum fyrir honum Sigurði. Hann er búinn að starfa hjá fyrirtækinu í næstum 20 ár og mér finnst löngu kominn tími til að hann fái þessa stöðuhækkun. Skál, Siggi. Skál. Það er gaman fyrir að Sigga minn. Já. Það er bara eitt við þessa stöðuhækkun sem er svo skrítið. Ég skil það ekki, það er svo skrítið. Hvernig í óskopunum er þetta að veita manni stöðuhækkun sem nær honum ekki einu sinni upp? Það er svo skrítið, ég skil það ekki. Skál, Siggi minn. Númer 2. Mættu alltaf full í starfsmannagleðin hans. Svo þarf nú ekki að minnast á það að þú heldur stöðugt framhjá honum. Og regla númer 3 er sú að þegar þú verður ólétt eftir viðhaldið, þá lætur auðvitað eiginmanninn halda að hann sé pabbinn. Þau hafa nú augun mín. Já, elskan. Hundrað og ein aðferð til að fara illa með karlmenn er bók sem gefur lífinu gildi. Þetta er skemmtileg bók fyrir allar konur. Vertu tík og býttu frá þér.
Thank you.